Nú röðum við stykkjónu hérna inn í þetta hérna form til þess að þetta verði staðsett á réttum stöðum fyrir fræsaran. Þetta svona tómt hjá ykkur, en hérna ég búinn að setja hvert á að vera og með svipum hætti á þetta á þetta að koma hérna. Þetta hérna fyrsti hlutin, fyrsti litur, annar litur hérna, þriðji litur hér og fjórði hérna og fimmti hérna. Þetta 25 sinnum 10 cm, þetta 25 sinnum 5 cm, þetta 5 sinnum 5 cm, 5 sinnum 5 og 5 sinnum 25 cm. Það getur ágætt að reyta þetta niður þannig sjáuð örugglega hvernig þetta Veljum bara þessa hérna línu. Við skulum velja þetta núna þegar þægilega þegar við erum að taka svona beina línur. Hérna þurfum við, þetta læst, þetta þurfum við að opna þetta til þess að geta snappað á þetta. Og hérna verður að vera kveikt. Við erum hér, þetta 25 cm. Og 25 og 25 og 25. Nú erum við búin að ramma það inn það sem að ég setja þetta inn. Ítum á space. Svo aftur þá fáum við línuna. Þá tökum við hérðan og niður, space og aftur, hérðan og upp, hérðan og niður. Þetta 5 sinnum 5 og þetta 5 sinnum 5. Þá sjáum við hérna, ef við slökkum bara á römmunum, þá sjáum við þetta svona raðastykkin upp í þessi hólf. En höfum þetta svona kveikt. Aðalskipunum sem við komum til með að nota núna, þessi hérna notum við bara til að teikna hérna hringinn. Svo move og copy sem við notum og rotate hérna. Og síðan höfum við þetta svona sitt á hvað slökkt eða kveikt. Og hérna getum við slökkt á þessu núna. Við skulum byrja að setja inn í grunnlitin. Það kemur hérna inn, það útlínundar. Og það þessi rauði og við skulum slökka á þessu gula þá sjáum við betur þetta hérna. Veljum þetta og höfum þetta áfram hérna ef við þyrftum að nota það ekkert víst. Færum þetta hérna inn í, setjum þetta svona einhver staðar og þegar það komið sögu þá seifiði skrána og sendi mér hann í pósti. Nú kveikjum við aftur á þessu hérna. Og nú byrjum við að kópera stykki hérna, byrjum á númer 1 og þá slökkum við á þessum rauða þannig að hann sé ekki að trufla okkur. Svona, þá veljum við hérna, fyrst bara veljum við þetta hérna, þetta bara ljósi litur í hérna og við skulum kópera þetta bara, ef eitthvað klikkað þá ágætt að eiga þetta þarna. Förum með þetta hérna, nú betra, já það slökkt hérna, það betra að vera með þetta slökkt núna hana. Þá betra að rotate. Smellum þessu hérna, smellum hérna, veljum svo hérna rotate og þá notum við þennan sem punkt hérna og þá reynum að ná þessu þannig að þetta sé svona nokkuð innan svæðis og það þarf að vera svona cirka 4 mm hérna frá brúnunum. Við getum testað með því að nota þetta hérna og mæla hérna og hérna niður. Nú þetta 5 mm, þetta allt í lagi. Og þá þetta hvíta, þetta hérna og þetta og þessi. Getum tekið hnífsblaðið, förum aftur í copy og smellum við bara hérna. Og svo ítum við á space. Nú erum við með copy í sem síðasta val, þá getum við smellt aftur. Getum við valið þetta hérna. Og valið þetta hérna. Svo hægri smellt, valið og flutta hingað. Og þetta allt í lagi þó þetta sé svona því að það ekkert fleiri stykki sem koma þarna í lit 1. Svo litur 2, það hnífurinn og þetta hérna stykki. Þá byrjum við á hnífnum og þá verðum við að velja hringina líka. Og veljum við þetta og hringinn og hringinn og svo það bara copy aftur hérna, förum hér og setjum þetta hérna inn og svo veljum við þetta aftur
og passa að fara ekki út í þessa línur. Ef við veljum þær, þá myndum við fara að rótira þeim líka, en við getum haldið shift-takkanum niðri og valið þetta svona, þá slökkum við á þessu aftur. Þurfum að taka þetta hérna líka því þetta þarf að vera á réttu stöðum. Og svo förum við í rotate, tökum við hornið og svo setjum við þetta þannig að þetta verði svona innan. Ef þetta er á nálægt hérna, þá getum við fært þetta og þá smellum við öll þessi 3 stykki og notum svo Ctrl og vinstri örina og getum fært þetta örlítið. Og svo escape til að velja þetta. Þá er þetta komið, þetta ætti að vera í lagi. Nú veljum við þetta hérna. Hérna kemur upp 2, það er annars vegar efri stykki og hins vegar neðra. Veljum það og til þess að þetta vinni svoleiðis, þá hægri smellum við hérna á þennan hérna. Þá kemur þetta upp, veljum hérna Option Snap Setting, smellum að það, þá fáum við þennan, förum alveg lengst til hægri hérna, smellum og það þarf að vera hakað hérna til þess að við fáum þetta svona upp. Þá getum við valið hvert af þessu við tökum. Svo hérna höfum við bara þetta og þá er það copy. Tökum það og smellum við hérna upp fyrir. Hérna þurfum við ekkert að rótita þessu, þetta má bara vera svona. Það passar alveg. Nú er það stykki 4, þá er það hér og þetta litla stykki hérna. Það getur ágætt að velja þau hérna fyrst. Og svo þetta hérna, kópirum það hérna og förum með þetta svo hérna rétt aðeins út fyrir. Því að til þess að þetta komist hérna fyrir, að þá þurfum við að fá þetta svona nokkuð beint hérna. Þá veljum við þetta alls aftur og svo förum við í rotate hérna. Og svona. Og nú getum við flutt þetta hérna. Þá tökum við move. Hérna. Smellum við hérna. Tökum við þennan, smellum á hann, Ctrl-takkin, ör til hliðar og ör upp. Þá getum við staðsetta svona, smellum svona nokkru sinnum á. Afveljum þetta. Svo tökum við þetta og færum það líka. Hér. Sjáum hvort við þurfum nokkuð að, við þurfum ekkert að rótita þessu meira, þannig að þetta er komið bara vel. Hérna kemur stykki sem fara inn í þessi hérna og veljum hér, kópirum, smellum hér og færum svo. Svo er ágætt að setja nokkur stykki því að stundum tekur ryksugan stykki þegar við erum að fræsa ef þetta er ekki nógu fast. Og þá er bara síðasta stykki eftir og það eru hérna þessi 2 og þetta hérna. Og við getum valið þetta bara fyrst. Copy, smellum hérna. Smellum við hér. Veljum þetta aftur. Rotate. Hérna. Og svo verður það að setja þetta inn í, setja þetta nokkuð beint fyrst. Konturinn og örin svona nokkru sinnum til þess að fá þetta. Sett þetta örlítið ofar, hugsanlega. Svo tökum við þarna hérna. Copy. Hér. Setja þetta svona einhvers stað hérna. Svo spacebar, veljum þetta, rotate, hér og svo snúum þessu þannig að þetta verði fyrir innan. Svona. Og þá er síðasta stykki eftir, það er þetta hérna. Kópirum það, smellum við hér, smellum við hérna og veljum það, rotate, hér og svo snúum við því þannig að við skulum bara snúa því svona þannig að þetta sé nokkuð veginn svona. Veljum það
Kontroll, örin til vinstri. Þá erum við komið með þetta hérna. Nú ætlum ég bara að velja þetta hérna. Það fór ekki alveg nógu langt. Vel þetta allt saman. Einu þessu. Þá er þetta bara eins og þetta verður hjá ykkur. Og svona röðum við litunum á plötuna. Og þá veit fræsarinn þegar það kemur hvað þetta lendir. Síðan bara passið ykkur að save alltaf reglulega svona öðru hverju. Og áður en að þið þarna sendi mér þetta, þá er ágætt að vera búin að kveikja á þessu hérna, seifa og senda þetta svo í tölvupósti.